Þá komið að 15. liða dagskrá Hofsbót 2 umsókn breytingu á deiliskipulagi til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 10. nóvember 2021 umsókn breytingu á deiliskipulagi. Erindi Ásgeirs Ásgeirssonar fyrir hönd T-Ark arkitekta dagsett 15. nóvember 2021 fyrir hönd lóðarhafa Hofsbótar 2 þar sem hann lögði fram tillaga uppbyggingu á lóðinni sem felur í sig breytingu á deiliskipulagi. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi heimilt að byggja 4 hæða hús sem getur verið alltaf 1482 fermetrar. En tillagan gerir ráð fyrir að 5 hæða húsi sem 1636 fermetrar. Eru efstu 2 hæðirnar indregnar, það einnig gert ráð fyrir að byggingareitur á norðurhorni og suðurhorni lóðar stækki lítilega til þess að húsi falli betur að nærliggjandi húsi og eins búið að taka og í nýju miðbæjarskipulagi ekki gert ráð fyrir hringtorgið þarna þannig að það búið að taka þennan sveig af horninu á húsinu þannig að það má vera 90 gráðu horn þar. Skipulagsráð tók jákvætt erindir og leggur til við bæjarstjórnum að breyting á deiliskipulagi til samræmis við fyrirliggjandi gögn verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég taldi bara tilefni til þess að koma hingað upp og fagna þessari uppbyggingu á þessum reit og meðan við útlitið þá finnst mér þetta gríðarlega spennandi og hlakka til að sjá miðbæinn okkar byggjast upp með öflugum hætti og spennandi tímar framundan. Þarna Austurbrúarverkefni og svo framvegis. Þetta verður geggjað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa breytingu á deiliskipulagi gefur merki. Það eru 11.